Þetta er verkefni 15 á blaðsíðu 719, 15 greind. Það sýnir ykkur hvernig þið setjið texta í blaðadálka. Það tekið hér fyrst textan fyrir neðan fyrirsögnina rökgreind og ég fer í layout flipan og hér í columns vel ég more columns og ég ætla að velja left og línu á milli og breyta í 1 cm. Sjáu hvernig það kemur út hér og það er valinn texti. Þá kemur þetta svona. Síðan er næst innsæi og málgreind. Þá ætla ég að taka þennan texta hér og ég fer aftur í layout og columns og more columns og ég ætla að velja 2 dálka jafn breiða og 1 cm á milli og sleppa línunni og það er valinn texti og þá kemur þetta svona. Þriðji og síðasti dálkurinn er hér í þessum texta hér og þið verða að passa að afmarka textan, annars kemur á textan fyrir neðan líka og ég fer í layout og columns og more columns og hér ætla ég að velja right. Þá sjáum við að dálkurinn hægra megin er mjórri og ég ætla að hafa 1 cm á milli og þá kemur þetta svona. Til að skipta orðum milli lína þá förum við hér í gegnum skjalið aðeins og skoðum hvort það er einhver orð, það er óeðlilega mikið bil hér á milli, þannig ég fer hér á milli og hverfi og ít á Ctrl og bandstrikið. Þá skiptum við orðinu hér og óhlutstætt. Ég ætla að stækka þetta aðeins hérna og sjá þetta betur og hugtökum, Ctrl og bandstrikið. Við notum Ctrl og bandstrikið við hliðina á hægra megin við á lyklaborðinu í efstu línu af því að ef við breytum letri eða breytum textanum eitthvað að þá hverfur bandstrikið og ég ætla að skipta orðinu eftirsóknarverðari, ít á Ctrl og bandstrikið. Þetta er útskýrt betur á blaðsíðu B19 líka. Sumum orðum þurfum við ekkert að skipta þannig að sjá hérna og þið verðið að skipta orðum rétt á milli lína, annarkvort á fyrsti stafurinn að byrja á sérhljóða eða ef orðið er samsett þá skiptist það þar. Og hér er orðið lágmarkið. Það er mjög algengt ef texti er í svona 2 dálkum að þá kemur mikið bil á milli. Og þá held ég að þetta sé komið og ef ég skoða hérna í 100% stærð að þá lítur þetta svona út og þið sjáuð að þið eru með endirmerkin sýnileg hvar dálkarnir skiptast. Þessi texti hér er afmarkaður í 2 dálka og svo framvegis. Þannig ég ætla að vista skjalið.